Já, hæ fiskar. Ég ætla að gera vídeó fyrir ykkur. Og það já, bara næstu 3 mánuði eða cirka, hvað ykkar energy og eitthvað leys og ég var búin að draga eitt spil fyrir ykkur sem heitir The Lunar Queen. Og þið fiskar, mér finnst þetta svolítið svona að vera spilið ykkar, eitthvað svona, þið eru svona water sign eða vatnsmerki og þið tengið svolítið tunglinu og svona moon cycles. Og mér finnst eins og að þið eru svona að fara á nýtt skeið, það er svona nýtt tímabil að koma inn og ef það hefur verið svona lítil samskipti við fólk eða ekkert að vera, og svona eitthvað komið upp á kannski, þá er þið svona, þeir eru svona eftir að vera svona á betri stað, eitthvað neginn. En ég var búin að setja þetta spil inn á Völuspá, inn á Facebook og svarið úr henni. Þetta er spilið sem ég dró fyrir ykkur og þeir bara getur kannski pása líka og lesið og það halda áfram. Og svo fannst mér líka þetta líka svolítið spil svona vera fyrir ykkur líka. Það er eins og séð hálffestinn hérna. Það getur verið, sé rosalega gott fyrir ykkur ef þið eru búin að vera eitthvað svona, já, ekki alveg með sjálfum ykkur, svona, ekki verið svona mikið kaos í kringu hjá okkur og ekki náðu alveg svona að ná okkur áttum bara, með hlutina í kringu hjá okkur. Og þá er gott að ef þið eigist einhverja steina, kristalla eða eitthvað getur verið bara hálsfesti eða eitthvað sem að, þið getur bara svona tengst við eitthvað. Getur verið svona eitthvað tákn eða eitthvað og svona fókusa svolítið á það kannski. Það er allavega það sem ég fann hjá ykkur fiskar. Það stendur þetta: sacred tools and objects can become extension of your energy field, focusing your power and attention, helping you heal the split between spirit and matter, bringing physical matters more deeply into light and life. You are encouraged to work with sacred materials in a conscious way to help your own healing and enjoyment of the material world as a part of your spiritual practice. Getur við svona gránda eitthvað svolítið, bara eiga eitthvað svona sem tengist við. Þetta er svona að eiga eitthvað kristallstein og eitthvað svona, og það er svolítið orka sem kemur á því. Og það er kannski eitthvað ef það er eitthvað svona sérstakur litur eða eitthvað sem þið sækist í, bara það er eitthvað sem þið þurfið. En já, ég ætla að fá meira hérna fyrir ykkur. Já, ég ætla líka að segja að ég er búin að byrja aftur og aftur með vídeó okkar. Það er búið að vera alls konar eitthvað vesen, bæði tæknileg vesen og bara ég name it, ég hef aldrei lent í svona áður Og ég fór að hugsa hvort ég ætti að halda áfram eða gera þetta bara á morgun, kannski bara er ég ekki alveg upplöfuð eða eitthvað, bara veit það ekki, en sjáum bara hvað situr. Já, ég ætla að fá líka þetta chakra ykkar, hvað er svona þau eru að einbytta ykkur að og svona, það er hjarta chakra. Heart chakra. Og það er kannski gott, já, græni liturinn. Græni liturinn er líka svona material, svona peningalega og ástalega og bara allt saman, Og það er gott að hlusta á meditation, líka með hjartað, opna hjartað og eitthvað svona. Þetta er bara svo hýlandi. En já, ég ætla að fá
stjörnumerki líka hérna. Og þið fáið Bogamann 2 tungl hérna, já. Það nú ekki séð áður. En já, og 2 Bogamenn líka. Og númer 5. Já, það svona eitthvað svona breytingar varðandi samskipti og action og svona, og mér fannst eins og líka að það væri svona, og svona, verður svona mikið í kringum fólk og það getur verið líka að vera svona, aðrir sér á plana og svona, plana eitthvað svona, það getur verið kringur jólin og svoleiðis. Svo er ég með þessi orgelspil hérna og það eru tölur hérna á þessu hérna. Hérna er númer 7. En ég ætla að fá 2 orgelspil og úr því fáið þið englanúmer sem ég fyrir úr þessu hérna fyrir ykkur. Og þið getur googlað það bara hvað englanúmer ykkar er því að það er bara á netinu. Og þá skrifaði ég bara angel number og svo töluna meaning. Þannig ég ætla að fá 2 spil fyrir fiskinn. Og kannski hafi verið, kannski er búið að vera eitthvað svona allt í ruglu hjá ykkur. Allt eitthvað svona, þú veist, að móta ykkur eða eitthvað og ekkert að ganga og svona, þú veist. Og sjá bara hvað setur. Þið fáið númer 90. Spiritual strength og new beginning. Og það er eitthvað svona inn í byrjun. En þið fáið angel nummer 90 og það getur við líka verið bara 9, angel nummer 9. Og hérna fáið þið græna litin líka og það er svona spiritulega séð er það að levela upp sko og það er eins og þeir sé að tengjast herra ykkur kannski og það er bara meining að það er bara svona best version af ykkur sjálf sko eða já og svona og kannski að losa ykkur úr svona ykkur svona karma cycle eða eitthvað hlið sko. Það er svona, já, nýbyrjun og þeir eru svona alveg bara svona í einhverju rístarti á einhverju með kannski einhverja ákvörðun líka og þeir eru svona að leita okkur kannski ráða með það, kannski gæti verið líka. Það er kannski eitthvað líka, þetta bóðmærun hérna, það er desember. Eitthvað svona það er desember eða kannski eitthvað í kringu hjá okkur Bogamann líka. Það fáið líka hérna eitt af þessu fyrir fiskana. Fyrir fiskana. Og þið fáið þetta númer 6, þetta er Neptunus og það er já svolítið svona framöndan er þeir svolítið að losa líka það sem er að svona, mætti segja, svona neikvæð hugsanir og eitthvað svona og svona er að horfa meira svona fram á við og það getur verið að þeir segja svona
og svona vilja fara að breyta til, getur verið að vilja fara kannski til útlanda eða svona stefna því og það er svona einhver svona plön verið að gera sko. Og það er eins og samt eitthvað fundist við svona annað fólk eitthvað að vera að koma í veg fyrir eitthvað sko. Getur verið eitthvað svoleiðis sko. Og þetta gæti verið eitthvað samt við eitthvað samt kannski afmæli ykkar eða eitthvað eða einhverju týnd einhverju fögnuð eða eitthvað svoleiðis sko. Gæti verið líka að fá svona mikið sæn líka svona, og þeirra að taka eftir einhverju svoleiðis kannski líka. En ég ætla að fá eitthvað meira fyrir ykkur. Já, ég ætla að fá eitt úr þessu hér. Eitt fyrir fiskana. Já, númer 11. Og þið fáið boat. You're on a journey, you may find love just around the corner. You have to take decision regarding your direction in life, which path you're going to take. Já, það er svona eins og þau eru að taka eitthvað svona ákvarðanu og það er svona eins og þau hafi svolítið dregið eitthvað tilbaka og svona ekki vera alveg tilbúin. Og það getur verið, já, kannski eitthvað svona, ef þið farið takið eitthvað ákvarðanatöku eða eitthvað, en það er eins og líka að koma eitthvað á ný ást kannski eitthvað inni í líf ykkar og þetta getur tengst kannski eitthvað sem er utankomandi frá einhverju öðru landi. Það getur verið eitthvað svona samskipti þetta á milli, en það er eins og þeir eru svo erfitt að taka eitthvað ákvörðun eitthvað. Og getur verið varðandi kannski flutninga og eitthvað svona, eitthvað svona erfiðleikar. Og svo fáið Ersan hérna líka og það er tvíbróf og varsberi. Og það er, já, svona hugsa og svona vera svolítið logic með hlutina. Og take me to the church. Og það er kannski eitthvað samt við eitthvað trú og eitthvað svona sem er að líka spá í. Já, kannski gifting. Kannski gifting, já. Já, en það er eins og þeir eru svona aðtuga með svona einhverja marga hluti eða eitthvað varðandi þessa nýja byrjun sem eru að fara að taka er að koma inn eitthvað svona nýtt tímabil. Það kemur svona, já, það er eitthvað svona sem er að velta fyrir okkur. Það fá þetta meira fyrir fiskana. Completion og Solitude, Hermit. Og Hermit er Meja. Já, það er bara eins og þegar eins og þurft að draga tilbaka eða kannski gerið það og er eitthvað svona, já, taka hvíld frá einhverju, svona ná einhverjum áttum eða eitthvað. Og kannski ef fyndist vera svolítið svona, já, einangruð eitthvað. En svo er þið með Ten of Cups hérna og Education. Það er já eins og ég fann eitthvað svona menntun. Það var svona eða þá afla sér upplýsingar og eitthvað slíkt sko.
sjá okkur Completion og Ten of Cups hérna líka með Solitude. Þeir eru bara á rosalega góðum stað svona, myndi ég segja. Það svona einhverju pælingar svona með einhverju svona ákvörðunartöku hvað að gera. Og Ten of Cups aftur. Sjáðu þið, það er 10-10. Hversu glæsilegt er þetta? Completion, joyfulness og það er svona eftir kannski einhverju hvíld og eitthvað svona og það er eitthvað eftir að ræta svona svakalega. En þetta er svona meira svona ekkert endilega kannski peningalega segja það þetta svona þið sjálf eru frá góðum stað. Já, og Ten of Pentacles 10-10-10. Ég verða nú að setja þetta með hérna containment. Kannski er það eitthvað svona eins og miracle. Þetta gæti verið líka peningar. Eitthvað sem er eftir að ganga upp. Og þetta er eiginlega bara svona ef það er ekki peningar og eitthvað svona þá er þetta bara svolítið þið eru bara eftir að finna svo bara svona breyting á sjálf okkur svona hamingjulega séð. En það fá eitt viðbótina til fiskana. Þessum fyrir að sjá og heyra og vita. Harmony. Já, það er svona bara áframhald af því á næstunni. Og það er eitthvað svona líka getur verið gjöf eða eitthvað sem er að koma inn líka óvænt. Það getur verið eftir 3 mánuði sko að þeir eru eftir að klára eitthvað sem eftir að gefa eitthvað meira peninga. Þetta getur verið eitthvað verkefni, eitthvað sem þeir eru að gera, að búa til peninga eða eitthvað. Og já, mér gæti verið líka svona í samstarfi með kannski einhverjum líka. Við skulum sjá hvað kemur meira hérna hjá okkur. Við erum komin 17-40. Hvað meira fyrir fiskana, ástamálunum er kannski. Við fáum Ace of Swords og Ten of Swords. Já, þetta eru Harry Potter spilum mín. Þeir eru svolítið svona skemmtilegir með myndum og eitthvað. Og eitthvað viðbótið það. Já. Mér finnst þess að þið hafið svolítið svona gefist upp svona að vera að finna ástina eða eitthvað slið sem eru ekki sambandi eða eitthvað slið sko. Og það er eins og svo allt í hennu, já, er að koma svona breytinga með það að gera sko að þið eru eftir að sjá svona verðið svolítið bara svona meira svona að finna ykkur og er svona að koma til sjálfsöku með hvað þið viljið sjálf í sambandi. Og svo að það sko, já, þið hafa kannski verið að leita eitthvað sem að var ekki alveg kannski að vilja
sama þið eða manneskjan sem að þið hafa verið með, það hefur ekki verið á sama róli eða eitthvað, verið svolítið eitthvað svona chaos og eitthvað svolítið, en ég sé þetta nýja byrjun eitthvað hjá okkur, sko, þeir að koma úr þessu erfiðleika og það er ný byrjun og það er einhver hérna sem hefur mikla tilfinningar til ykkar og vill svolítið meira með þér, en það er ekki að gera eitthvað, en það er eins og að þið sjálf kannski fiskar eru svolítið að einblína eitthvað sem var áður og svona eitthvað först í því. Svona, það er eitthvað svona eins og það hefur komið eitthvað upp á, svona eins og það hefur eitthvað fyllist verið eitthvað svona smá svik eða ekki alveg verið talað og sagt rétt frá eða eitthvað samtíð við, já, verið að fara bakvið svona og segja hlutina eins og það bara segja sannleikana eða eitthvað samtíð það. En það er hérna nýtt að koma inn, sko, og það getur verið bara eftir eitthvað samtíð 4 viku, það getur verið mánuðir og það getur verið nóvember. En ég með alveg búast til því að þeir sem eru síkula, það er að koma inn að fast samband. Staðfestinga á bréf. En það er eins og það þurfti að eitthvað svona eins og sacrifice eitthvað að gefa eftir, draga sig tilbaka, getur verið eitthvað fleiri, sko. Ég vil ekki alveg að sjá svona hvað þetta getur verið, sko. Og það gæti verið svona eins og eitthvað svona manipulation, eitthvað svona sem hefur verið að díla við kannski og þarf ekki endilega að vera ástvinnur. Það gæti verið bara eitthvað svona í kringum í fjölskyldinu eða eitthvað sliðið, sko. En það er svona, já, ég vil bara segja þetta svona. Þá er þetta meira på þetta hérna. Getur verið eitthvað sé líka að skrá sig í eitthvað klúbb eða eitthvað. En þeir eru að fara á nýjan stað og fara einhver að koma inn sem hefur auga með ykkur og það getur verið krabbi, fiskur eða sportdrykki eða fara ekki endilega þessi merki eða þá Libra, Nevo, Fíbru eða Vaspera merkiru. En auðvitað mjögstengi, það er í raun og veru öll stjörnumerki hérna. Knight of Wands, Queen of Cups, já, það getur verið eitthvað kona eða þið sjálf verið að díla við, það getur verið kona eða karl, eitthvað sem að þið hafi haft mikinn haft mikla tilfinningu til, en það hefur verið svona vissi eitthvað inn og út og ekkert eitthvað svona gerast kannski og svona, en þið svona farin að sjá hlutina svolítið öðru ljósi kannski. Það gæti verið kannski bara þið sjálf. Já, þú veist, svona vilja fara á svona einhverja aðra leiðir og eitthvað svona.
Gæti verið flutningu líka. Það er svona að gera einhverjar breytingar. Það er hvað meira fyrir fiskana. En það er koma svona öruggt samband, það er svona koma jafnvægi og ef það er ekki samband svona því, þá er þetta alveg brand new samband sem er þetta einn sko. Og svona, já, þetta er svona búið að taka kannski lengri tíma eftir ég veit ekki hvað að segja. Eða svona, þessi manneskja er að koma inn núna og þetta er svona eins og er alltaf að fara að ganga upp hjá okkur. Ég vil að gefa þér eitthvað. Gæti verið sem manneskja að koma með eitthvað gjöf líka bara til þér. Eða þú öfugt. Svona að fara að setja þetta að harra level Þetta gæti tengst eitthvað samt við vinnu eða eitthvað svona skóla sem við verðum í samskipti við. Þetta verður svolítið, þetta er kannski ekkert surprise, þetta getur verið kannski eitthvað sem er alveg komið og svo er líka bara það sem er í sambandi þá er þetta bara svona, já, eitthvað spá svona, eitthvað svona chaos og drama, eitthvað í gangi í fjölskyldinu og eitthvað hlut sem er eftir að vinnast alveg og lagast bara núna, já. Já, skulum bara láta það fara svona, ég veit ekkert hvað, þetta er allavega svo ljómandi flott og gott. Setja eitthvað svona, loka eitthvað. Það meira fyrir fiskana. Queen of Pentacles. Þetta er kannski bara þegar þið eru í sambandi. Þá er þetta bara svona þess að getið treyst og það komið svona meira ró og eru bæði í svona bara Netflix og chilli bara Hvað meira? Já, mér finnst eins og það verið að taka eitthvað svona áhættu þegar hafi verið svona velt að segja eitthvað svolítið fyrir hvað ég að gera og það er svona, já, verið að skrifa undir eitthvað svona loka, klára eitthvað núna næstunum og það hefur búið að vera eitthvað svona wishy-washy eitthvað og svo er þetta bara svona verða veruleika og það gæti líka varða flutninga eða svona eitthvað svona breytingar svona já, ég veit ekki alveg hvað ég að segja meira þetta gæti verið bara svona það þurfa að vera í aðrir segja að þurfa að vera með í að hjálpa þig eitthvað, ég veit ekki en ég ætla að láta þetta bara duga ég ætla að vona þessi spá að vera eitthvað fyrir ykkur gert eitthvað fyrir ykkur
Bye.